Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Arngrímur Brynjólfsson skipstjóri á Akureyri var á leið á flugvöllinn í Namibíu eftir velheppnaða veiðiferð sem átti reyndar að verða hans síðasti túr, fékk hann örlagaríkt símtal sem var til þess að hann sneri við. Arngrímur segir okkur sögu sína hér á eftir. Hver hringdi í þig þennan dag? Það var þannig að við vorum tveir sem vorum á heimleið og vorum keyrðir á flugvöllinn af starfsmanni fyrirtækisins á staðnum og vorum búin að kveðja hann í raun og veru og vorum að bíða eftir að innrita okkur. Að það er hann sem að fær skilaboð að Fiskistofa vilji fá mig í óformlegt spjall klukkan 3. Vélin átti að fara korter í 3 held ég. Þannig að það var í sjálfu sér eða ég tók það ákvörðun bara að ég myndi fara til baka, gat haldið áfram en ef það væri einhver mál sem að væri óleyst þá vildi ég klára þau. Vissir þá á þessum tímapunkti hvað máli snerist? Nei, ég vissi það ekki. Og gat eiginlega ekki getið mig til hvað það væri nema að því hagar þannig til að það eru alltaf 2 menn frá Fiskistofu borð í skipinu og til að fylgjast með og það var svona eina sem ég var að velta fyrir mig hvort að þeir hefðu haft einhverjar athugasemdir sem að reyndist nú ekki vera. Þetta skip sem við tölum er skip sem þú stýrir, Hænasti. Þetta er rosalega stórt og öflugt skip, uppsjávarskip og þú varst á veiði við strendur Namibíu. Já, þetta er skip sem er 120 metra langt og 19 metra breitt. Þarna er vinnslugeta sem er rúmlega 200 tonn á dag. Ég hafði aldrei verið á þessu skipi en ég hafði verið aðeins á samskonaskipi en þetta var bara 30 daga veiðiferð. Og var mín fyrsta og síðasta borð í þessu skipi. Við erum með áhöfn sem telur rétt 100 manns. Hvernig komu þeir þér fyrir sjónir? Voru þetta menn sem voru ánægðir með sín hlut þarna? Já, það var ekki hægt að merkja annað. En þeir væru bara mjög ánægðir og enda held ég að við séum að gera vel. Skipin þeim vel við haldið og laun eru held ég að ég geti fullyrt í betri kantinum og allur aðbúnaður þannig að þeir eru ánægðir að við höfum ekki orðið varir við annað. En þessi dagur, 19. nóvember 2019, örlagaríkur fyrir þig, þú snýrð við frá flugvellinum. Fór hann áfram sá sem var með þér eða? Já, við kvöddumst bara þarna, hann hélt bara heim og mínu flugi var bara cancelerað og reikna með að panta bara annan miða daginn eftir. Við förum svo mætum þarna klukkan 3, ég og starfsmaður fyrirtækisins og umboðsmaðurinn, þá mætum við til Fiskistofu. Þar er fyrir þrennt sem bíður þarna greinilega líka og okkur er síðan vísað inn í fundarherbyggi og við setjumst þar og bíðum dálitla stund þar til að kemur einn til viðbótar og það er sjálfsögðu aldrei neinn kynning eða neitt á fólkinu þetta hafði ég grun að þetta væri fólk frá Fiskistofu en hann kemur þarna maður og sest við endan á borðinu og já, mér fannst það nú ekki svona öryggi uppmálað og hann endar með því að hann spyr einn af þeim sem sátt á móti okkur hvort að hann hafi boðað okkur á þennan fund. Sá hvað nei við. Hvernig brástu við? Já, ég byrjaði nú að spyrja hvort að ég geti fengið að sjá þessar ásakanir og hann sagði nei, ég geti það ekki og
Ég spurði nú síðan hvort að þetta fólk sem satt á móti okkur, hvort að það væri fólki sem væri að ákæra okkur. Nei, það var það ekki. Og síðan fer ég nú að spyrja hann, sko, ég reyna að fá meira upp úr honum og spyr dagsetningu og Já, hvenær þetta ætti að hafa gerst? Já. Og það fyrst, segja ég nú nei, ég get ekki fengið að vita það. Og þá sagði ég að ég væri nú aðeins búinn að vera þarna í 30 daga og hvort að þetta rúmaðist innan þess tíma. Og þá nú blaðað í einhverjum skjölum hérna hjá einu manninum og þeir segja að þetta sé 30. október. Ég hafði komið borð 17. október og sem sagt þetta átti að hafa gerst á þeim tíma og síðan var í raun og veru bara þessi fundur búinn og við stóðum upp og fórum út og vorum svona, ég skal viðurkenna það, maður var svona hálfringlaður og hissa og hélt nú kannski svona eins og varð svona dálítið áfram að maður hélt alltaf sko að málið myndi leysast. Þetta væri ekki eitthvað sem væri byggt á góðum grunni. En eitthvað flókið að finna út hvar skip að veiða og hvenær? Nei, það ekki flókið vegna þess að við náttúrulega notum leiðarita og það eru síritar sem að skrifa allar okkar ferðir. Þannig að það alveg ljóst hverjar okkar ferðir voru. En þeir komu aldrei borð til þess að rannsaka þetta í sjálfu sinni að þeir komu einu sinni og spurðu bara hvaða tæki við væri með og annað slíkt en skoðuðu ekki neitt. Þú sannfærið þarna að þú sért saklaus maður á þessum tímapunkti? Já. Þetta kom mér mjög á óvart vegna þess að þetta þannig að við megum fara upp að línu sem 200 metra dýpi. Strandlengjan liggur svona nokkurn veginn norður-suður þannig að þetta landgrunni frá 200 metrum og upp í fjöruborð og þessi 200 metra lína liggur svona frá 1820 og alveg upp í 50-60 mílur frá landi. Og fyrir 5 árum eða 2014 þá fóru stýrimaðurinn á þessu skipi og skipstjórinn sem þá var, þá fóru þeir til Fiskistofu og fengu upp gefna línu sem var tekin upp úr korti sem 1/300.000 og þessi lína teiknuð inn og það hefur verið unnið eftir henni alla tíð. En eftir svo miklu að slægjast innan 200 metrana? Það eitthvað sem að þú sást þér hag í að reyna að fara eftir eða? Sjálfur sér ekki sko, fiskurinn að leita út og inn. Það sem við köllum sko, hann að fara upp fyrir 200 metra, út fyrir 200 metra og til dæmis í einu úthaldi sem ég var þá komum við aldrei nálægt þessari línu. En það hefur nú verið þannig núna, hann hefur verið að koma sem sagt, hann að fara dýpra og fer síðan grynnra. Þetta svona bara eftir sjávarföllum og birtutíma. Þannig að var þetta eitthvað túlkunaratriði kannski? Já, það raun og túlkunaratriði og það eina sem að ég hef í sjálfu sér, það sem málið hefur í raun og veru komið, það fór fyrir Hæstarétt og þá var sett ofan í við ákæruvaldið fyrir hversu illa þeirra mál var undirbúið. Það segir mér bara eitt, að þeir ekki alveg með þetta á tæru. Við erum alltaf með 100% staðsetningu. En segðu mér frá þessum degi þið farið frá Fiskistofu og þarftu þá að fara á lögreglustöð? Já, þá förum við bara sem sagt og þeir segja okkur þessi maður sem frá Fiskistofu, hann keyrir á undan okkur og áttina og til lögreglustöðarinnar. Það svona portpólís sem kallað það svona einhver stöð og þar förum við inn og þá erum við búin að kalla til lögfræðing. Þar förum við inn í herbyggi og þar situr einn lögreglumaður og hann byrjar bara á því að lesa með rétt minn og biður mig síðan vegabréf og ég var nú með það því ég var á heimleið og segir semst að ég sé ekki frjáls maður lengur og lætur mig ekki hafa vegabréfið.
og segir mér jafnframt að við getum ekki farið fyrir dóm vegna þess að dómurinn sé lokaður, þetta sé það seint að degi til og ég verði að gista hjá þeim nóttina. Og hvernig var þér við? Það þýddi ekkert að mótmæla þessu? Þú mótmælum kannski ekki miklu þegar lögreglan fyrir fram að þig og í þessu tilfelli að þá sem sagt gerði lögmaðurinn ekki athugasemdir vegna þess að hann sagði við klárum málið á morgun, sagði hann. Þetta verður ekkert mál, við klárum þetta á morgun. Og síðan náttúrulega gist ég hérna hjá þeim þessa nótt og síðan fór ég fyrir dómara daginn eftir. Ég held að maður hafi ekki trúa sjálfur þeim aðstæður sem maður var komin í, þannig að það var ekki fyrir að klukkan 8 kvöldi að við sátum þarna frammi hjá þeim sem lögreglufólkinu sem var þarna við stöðina og sátum nú bara þar á spjalli og síðan klukkan 8 þá einhver reglur, þannig að þá verður þú að fara inn í klefa. Þar var fyrir einn maður sem hann var búinn að vera þarna í 1,5 ár. Inn á lögreglustöð í fangelsi? Já, hann var þarna í ákveðnu máli þar sem hann var talinn hafa vitneskju smygla á eiturlyfjum og þeir höfðu ekki náð að sanna á hann ennþá, þannig að hann var ennþá í haldi. Hann hafði ekki verið leiddur fyrir dómari í 1,5 ár. Er það hægt? Já, mér skilst að ef að saksóknari getur fært rök fyrir því að hann þurfa að rannsaka máli betur. Og það sá sem á seinni stigum fór ég að hugsa getur þessi staða komið upp. Og hvað beið þín morgunin eftir? Þá förum við í dómshúsið. Ég ásamt mínum, getur kallað aðstoðarmann, eða starfsmann í Samherja, og lögmaðurinn. Síðan málið sett þannig upp fyrir mér að það sé best að reynt verða að gera dómsátt og klára málið. Og það að mér skilst var í raun og veru gert. Og það síðan gert hlé þar til eftir hádegi. Og þegar við förum þá í dómsalinn, þá virðist vera komið eitthvað annað hljóð í strokkinn því að þá saksóknarinn kominn með allt aðra línu og farin að tengja mitt mál við þær deilur og þær ásakanir sem fyrirtækið liggur undir. Þær takast nú á svolítið stund þetta, dómarinn og saksóknari, þar sem dómarinn segir að það sé ekki hægt að blanda þessu saman, hún geti ekki blandað þessu saman. Þetta sé algjörlega aðskilin mál. En síðan gert dómshlé og dómarinn tekur sér tíma þar til morgunin eftir. Þá var borguð ákveðin upphæð, þannig ég þyrfti ekki að fara í fangelsi aftur. En þú fékkst ekki vegabréfið? Þú ert í raun og veru stopp á þarna. Og það verður þá síðan mætum við aftur morgunin eftir og þá les hún upp, ég veit ekki hvort að kalla það dómsorð eða hvað sem það en og í því svona í stuttu máli fólst það að þó að ég hafi mætt þarna og komið bara af eigin eða fríviljugur þarna að þá ætti ég mér mitt líf á Íslandi og ég hefði komið mjög sjaldan til Namibíu og hún gæti ekki treyst því að mæta fyrir rétt 30. janúar þegar að málið yrði tekið fyrir þannig að vegabréfinu yrði haldið. Og þá var það orðið ljóst að ég sæði þarna fram á rúma 2 mánuði og í raun og veru í framhaldinu af þessu að þá gerist það þannig komin 21. minni mig
og í framhaldi af því að þá náttúrulega farið að setja í gang vinnu því að þá sé máli komið á þetta stig og það fengið þarna lögfræðingateymi og það semst fundur um borð í skipinu 23. þar sem að við förum yfir öll gögn, staðsetningar og förum yfir veiðiferðina sem slíka. Og þetta þarna bæði sérfræðingar í sambandi við leiðarita og annað slíkt og sá ég svona, svo ég geri nú langa sögu stutt að þá endar sá dagur með því að lögfræðingurinn segir við mig að hann geti ekki gert neitt fyrir mig þann daginn eða daginn eftir, þannig að ég fái nú ekki vegabréf það, en ég skuli bara alveg sofa rólegur því að ég hafi allan réttinn mín megin. Og bætið síðan við, í fyrsta lagi þessi handtaka aldeilis kólólögleg. Það sem gerist í framhaldinu að það sem sagt útbúin alls konar skjöl og sem sagt fyrir það að það ákveðið að reyna að fara með máli fyrir Hæstarétt, fá flýtimeðferð á því. Og það unnin heilmikil vinna, teknar upp allar staðsetningar og línur og þeir yfirheyrðir bæði fyrstistýrimaður og radíómaðurinn sambandi við tækin og síðan farið með máli fyrir Hæstarétt. Áttirðu þá von einhverja? Já, ég hafði alltaf von. Og það var nú svona það sem var svona limbóið í þessu þarna fyrst sko að maður hélt alltaf að málið væri að leysast. En 5. desember þá fer þetta fyrir Hæstarétt og hann tók sér frest fram yfir helgina sem á eftir kom. Og þá kemur sú niðurstaða að hann telur málið ekki vera forgangsmál og vísar því í raun og veru frá, en jafnframt var mér sagt að hann hefði sett mjög ofan í við ákæruvaldi hversu málið var illa undirbúið. Og það í sjálfsög segir mér bara eitt að þeir voru ekki með þetta á hreinu. Sína staðsetningar. Og þarna verður svona ákveðið spennufall. Þá horfði maður bara fram til þess að maður myndi geta þá tekið við vegabréfinu með bros og ör og annarkvort hefði málinu verið vísað frá eða við hefðum við hefðum klárað að verjast í. Hvernig fannst þér þessi samtenging þessa máls við stóra samherjamálið í Namibíu? Sko mér finnst það ennþá, mér finnst það náttúrulega rangt að því að forsendurnar að mínum að þið eru ekki réttar sko. Ef ég hefði nú verið einhverstaðar sem við segjum upp í Kálgarði að veiða sko. Og þetta náttúrulega búið að búa svolítið til eins og til að gera máli svartar að það búið að tala um friðunarsvæði og það má svona skilja að þetta snúist eitthvað það að ég hef verið langt fyrir innan. En það er bara rangt. Hvernig fannst þér fréttaflutningurinn af þessu öllu hér heima? Já, það sem kemur mig kannski óvart á morgunin þegar ég fer í réttinn fyrst. Þá mættir fjölmiðla með þar. Sem að hafði brugðið fyrir í þessum Kveiksþætti. Þá svona lagði ég nú saman 2 og 2 og fékk út ákveðna útkomu að þeir skildu allt í einu vera komnir þarna strax morgunin. Það fannst mér með ólíkindum. Það ljóst að það eru þarna erjur á milli eiganda sem að sýni sig núna á seinni stigum að þegar mitt mál var klára þá haldið áfram. Þannig að í mínum huga var ég aukaatriði í þessu. Þetta snerist að ná tangarhaldi á skipinu. Þú átt fjölskyldu hérna á Akureyri. Já. Það var nú strax farið í það að hvort það væri möguleiki á að ég fengi eitthvað af fólkinu mínu út og niðurstaðan var síðan að Jóhanna kona mín kom út ásamt elsta sinnum Arnari sem fylgdi henni. Þetta svolítið langt ferðalag og svona og þannig að hann var henni til hals og traust og þau komu út síðan 22. desember og
í framhaldi af því þá var ekkert annað en að gera en að reyna að snúa þessum tíma bara í einhverja jákvæðni og eins og ég segi, ég lifði á því að þessi dagur 30. myndi gefa mér það að ég fengi vegabréfið og við værum búin að eins og ég segi, annarkoð trekja málið eða það væri búið að draga tilbaka. Var lagt að þér að játa eða hvers vegna játaðirðu þetta brot? Það er þannig að 29. janúar þá er fundur minna lögfræðinga með saksóknara. Þar sem að farið er yfir málið og út úr því kemur að annars vegar ef að ég haldi mig við það að neita þessum ásökunum að þá muni saksóknari fara fram á frest til að rannsaka máli betur. Hinn kosturinn var að játa á sig sakargiftir, borga sekt, fá vegabréf afhent og vera laus eða frjáls til að fara úr landi. Hvernig kostir voru þetta fannst þér? Þetta var náttúrulega afakostur og ég, fyrst var það ekki inn í myndinni hjá mér að taka þeim kosti að játa. En þá var mér gert grein fyrir því að hinn kosturinn að saksóknari gæti tekið sér 1, 2, 3, jafnvel 6 eða jafnvel lengri tíma frest til þess að rannsaka málið, eins og sagt er. Meðan að deilurnar skipið leystust ekki, þá gæti ég verið fastur þann tíma. Og minnugur kannski orða Namibíu fanganstings. Já, þá kemur það upp, sem leggst auðvitað fer ég að vega og meta þetta og það að taka þann kost að játa, það var lengi vel ekki til umræði hjá mér. Og þetta er kvöldið áður ég á að fara fyrir dóm. Þannig að ég hef nú þarna seinni kvölds og nóttina til að liggja yfir þessu. Það er ákveðið samt að hittast hjá lögmanninum morguninn áður við fyrir mig réttinn. Og þá var ég ekki ennþá búinn að taka ákvörðun. Og þá var ég nú að hugsa mánuðir í viðbót eða hvað. Ég myndi nú lifa það af. En þá er það kannað hjá saksóknara hvenær næsta fyrirtaka yrði. Og hún kemur með dagsetningu sem er 29. júní. Þá fer nú kannski eitthvað aðeins málið að verða svolítið snúið og jafnframt eða það kom ekki frá henni heldur var sögðu lögfræðingur með það og þú er að gera grein fyrir því að hún getur jafnvel fengið meiri frest. Niðurstaðan fyrir rest áður en við þurfum að fara inn í réttin að þá tekið það ákvörðun að það sé bara komið nóg. Ég sagðist myndi hata þessa ákvörðun það sem eftir væri því að þetta myndi málið og dómur sem kæmi í kjölfari myndi fylgja mér. Við förum síðan í réttin. Og þá er búið að útbúa skjal það sem ég er búinn að skrifa undir. Það sem ég gengst við þessum ásökunum. En það sem kemur í kjölfarið finnst mér líka mjög alvarlegt. Að þegar við erum komið þarna inn og lögfræðingurinn fer með þetta skjal til saksóknara, það getur vel verið að það hafi komið saksóknara óvart að ég hafi játað þetta og ekki verið þeim bent í hag vegna þess að þá var náttúrulega ljóst að ef mitt mál yrði klárað þá sennilega væri skipið laust. Þá koma þeir með fleiri ákærur. Bæta þeir við 2 dögum í viðbót.
þá náttúrulega bara þyrmdi yfir mann, sko, hvað þið nú að gera? En það kemur strax upp hugsun, býttu, ef ég neita því, ég þá ekki komin í sömu stöðu? Jú, komin í sömu stöðu með það. Og ég búinn að játa þetta, tökum þetta þá með líka bara. Ég ætla ekki að fara að, fyrst ég búinn í hinu og þá svo sem kannski verður þetta bara að fá að fylgja með. Það var hægt eins og bara í málum, hægt að millifæra peninga, en í þessu máli kom það ekki til greina. Þetta yrði að vera í seðlum, eða kass, og yrði að borgast þarna á staðnum. Hvað voru þetta margar milljónir þá, íslenskra? Það var búið að borga 100.000 þegar ég strax þarna fyrsta eða öðrum degi. Þannig að þetta hafi verið 800.000, þetta eru 6,5 milljón. Hvað finnst þér það að borga þetta í svona cash money, eins og það segir? Ég hélt nú að svoleiðis viðskipti þegar ekki síst opinberir aðilar, ég hélt að þau væru bara ekki lengur við lýði, sko. Síðan förum við til saksóknara og bíðum þar fyrir utan skrifstofu hans meðan að lögfræðingurinn nálgast vegabréfið. Það gekk nú ekkert, það tók nú svolítið stund, sko. Hann móaðist eitthvað við lögreglumæðurinn. Þangað til hann svona henti nú í mig fyrir rest og ekki glaður á svip. En í framhaldi af því átti hann að afhenda pappíraskipsins sem að voru, það var dæmt þannig að þeim bæri að skila skipsskjölunum sem þeir höfðu tekið. En þeim var aldrei skilað. Hvaða ályktun dregur að því? Það í sjálfu sér kom nú í ljós, sko, strax daginn eftir að þeir sem vilja leggja hald á skipið, að það var í þeirra hag að skipsskjölunum yrði haldið eftir því þú getur ekki þreift skipið á meðan. En á að fara með þetta fyrir Hæstarétt, eða veistu hver, eða málinu lokið? Ég veit svo sem ekki hvort að mitt mál fer nokkuð, hvort að því einfaldlega ekki lokið, en það gæti komið upp á seinni stigum ef að verða og sem að stefnir í að verði málaferli út af skipinu. Að þá muni það koma þar inn, bæði út af því að handtakan á sínum tíma hafi verið ólögleg og þeir hafi síðan aldrei geta sýnt fram á það að brot hafi verið að ræða. En þessu máli langt frá því að vera lokið stóra málinu. Því er ekki lokið. Hvernig líður þér þá í þessum öldusjó og að hætta núna á þessum tímapunkti? Ertu tilbúin í það? Ertu sáttur við það? Já, ég tilbúin í það, en svona eins og við segjum oft, sko, að maður á aldrei að taka síðasta hólið. En heldur þú farið til Namibíu aftur sem ferðamaður? Það getur alveg verið. Þú mátt koma aftur? Já. Og allan tíma sem ég var, þá var ég ekkert, sko, ég var bara vegabréfslaus. Ég gat farið allra minna ferð og ég þurfti aldrei að mæta neitt eða neitt slíkt. Takk fyrir að koma hingað til okkar, Arngrímur, og segja okkur þessa sögu. Takk fyrir mig.